Gott kvöld, góði gestir. Velkomin í þennan leik Fjölnis og Mílunar. Ég ætla að byrja að kynna leikmenn gestana ætla ég að segja. Númer 16 er Stefán Ármann Þórðarsson, númer 21 er Ásgeir Rúnar Sigmarsson, númer 3 er Gísli Guðjónsson, 8 Atli Kristinsson, 10 Víðar Ingólfsson, 11 Guðbjörn Tryggvason, númer 14 er Magnús Már Magnússon, 22 er Eyþór Jónsson, 24 er Einar Sindri Ólafsson, 25 er Ketill Heiðar Hauksson, númer 30 Sigurður Már Guðmundsson, númer 31 Gunnar Páll Júlíusson, númer 34 Sævar Ingi Eiðsson og númer 45 Gunnar Ingi Jónsson. Starfsmenn Mílunar er Birgir Örn Hjarðarsson, Sigurþór Þórðarsson og Jóhannes Snær Eiríksson. Og lið heimamanna er Jón Pálsson númer 1, númer 16 Bjarki Snær Jónsson, númer 3 Kristján Örn Kristjánsson, númer 5 Sveinn Jóhansson, númer 6 Bergur Snorrason, númer 7 Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson, númer 8 Breki Dagsson, númer 9 Brynjar Óli Kristjánsson, númer 10 Sveinn Þorgeirsson, númer 13 Brynjar Loftsson, númer 22 Björgun Páll Rúnarsson, númer 28 Unnar Árnason, númer 31 Eyþór Snæland Jónsson og 45 Heiðar Sorga. Arnar Gunnarsson er þjálfari Fjölnis að vanda, vonandi aðstöðu Aðalsteinn Snorrason og Þorsteinn Már Óskarsson. Dómar leiksins eru þeirra Bjarni Viggvason og Jón Karl Bjarnason og eftirsmaður Aðalsteinn Örnólfsson. Og Fjölnir byrjar í sókn. Sjáum hvernig þetta gengur hjá þeim. Þess mátti líka gaman sketa að frasameistararnir eru frá annar vegna veikinda og hinn er að þjálfa í fjölliðamóti. Og þannig upp og það er rétt svo varið hjá honum. Flott skot. En því miður rataði ekki í netið að svo stötu. Það var að fyrsta sókn Mílunar. Komið jóknuna númer 30 skýður og hann skorar. Það var Sigurður Már Guðmundsson með fyrsta mark leiksins. Og aftur ver hann. Rauningur, réttilega dæmdur Rauningur hana. Það er víst ólöglegt að sækja á hann með höfuðið og undan. Erum víst í handbolta en ekki í nautabanna. Það er bannað að stanga leikmenn. Donni niður í horn og víti og gult. Aðalsteinn sækir hér fallegt víti og Björgvin Hárfagri Rúnarsson tekur vítið og hann skorar. Auðvitað skorar drengurinn. Þá er það Mílunar í sókn. Staðan 1-1. Björgvin með pressi langt frammi. Sveinn út á móti. Það ferði ekkert fram hjá þessu manni. Þetta er bara svo að laupa á steinsettan vegg sko. Með 7 járnbindningum. Donni á gólfinu. Já!
Já! Fór bara létt með þetta drengurinn. Það bara, við reddum þessu og læti bara vaða hérna gólfinu. Ég er nokkuð sem ég var yngvar þá hefði blóðþrýstingurinn hækkað svakalega við að horfa á þetta skot. Aftur Björgvin, liggjandi fyrir mig framalega. Tripla sendinguna. Skotagóli og varið. Bjarki með sitt fyrsta varðarskot í dag. Jæja. Kerfið í gangi. Ógnun. Kemur bakvið, niður í horn aftur. Það er ekki Þórinn aftur. Donni upp og Donni skorar. Fyrir létt með þetta drengurinn. Algjör óþarfi verið að hafa þetta eitthvað flókið. Látum bara Donna á boltan, hann hamrar í gegn. Þetta var nú klaufalegt. Klaufaleg verður það. Og Björgvin upp. Það varið. Alveg til flugna. Og hann skorar. Staðan 40 fyrir Fjölni eftir 5,5. Góð byrjun á móti Mílunni. Já. Ekki alveg viss hvað það var dæmt þarna á Donna kallinn. Það er spotið gaman að geta Fjölnir vann Míluna í seinasta leik. 27-22. Sáleikur í bikarnum, þannig að Mílumenn eru skiljanlega kannski smá fúlur og pirraðar að vilja ná frá höndum. Já! Sko, Brynjar Sigurlófsson. Snýr hann fram hjá honum í loftinu. Þetta bara með fallegri mörkum sem ég sé. Fyrir bara úr engu færi. Já, demantunum eins og Viktor Lekkur myndi segja. Og setur hann fram í haustum á honum. Já. Eitthvað skot kom nú hana. Og hann er hann. Já, ekkert að þetta. Frekar svona klunnalegur eitthvað sóknarleikurinn hjá Mílunni þarna. Allir út allt einhvern veginn. Bergi haldi hérna á línunni. Þannig svo, já, og Rúna, og hárfagri af gólfinu. Ég glemdi víst að setja inn markið á hann, í staðan hún er 6-2. Hörku byrjun í Fjölnismönnum. Svo tæft, svo tæft. Nei.
Fylgjast með línunni, góða strákar. Þetta var hann MMM, Magnús Már Magnússon. Sakleysislegt högg í andlit þarna. Gerum nú ráð fyrir því að það hafi nú ekki verið hérna áætlun hjá mannunum. Björgvin bakaði þarna yfir á Svein, aftur á Donna og Donni að gólunum aftur. Donni með sitt 3. mark. Mílumenni í stöðugustu vandræði með hann. Bara með sóknarleikinn almennt hjá Fjölni núna í kvöld. Völl svona vera hálfklunarlegt eitthvað þeirra meginn á móti einföldingerum hinum meginn. Glemdi línumannum aðeins. Og Björki kemst inn í sendinguna. Róa bara, nei, jú. Nei. Það er full gráður hérna. Það bara mátt róa þetta niður. Víti dæmt. Og gult á Donna sýnist mér. Guldspjald er að gefa Donna fyrir þetta. Líklegast vil ég nú meina að hann hafi fellt manninn. Atli Kristinsson skorar 4. mark Mílumanna. Donni Jóra Svein. Beisut og hana. Svein haldið, já. Réttilega dæmt fríkast þarna. Byggja upp. Það varð. Já. Byrjum stöðum með hann leik. Mikið harpegs á boltanum. Aldrei nema að segja sem á lakkagólunum líka. Það hefði vist verið vandamál núna. Lakkið er byrjað að flagna gólunum. Aðeins vantar bara gæðina endurlökkunin hér í sumar. Inn á línu. Nei. Verði ég nú að segja að mér fannst þetta full mikið fyrir full lítið. Fannst þetta nú full mikið fyrir full lítið, en dæmtar víti. Bjarki verið þetta hvort þið er. Oj! Tæft var það nú. Mikið tæfanum átt hann ekki vera. Svo gott Donna Jóra Svein upp maður. Donna gólunum og hann ver. Það er hæpið að það hafðist í hvað þriðja fjóra skiptið. Nú er ég bara að fá sjá Svein hérna með einhverja massífa sleggju í samskiptin. Sveitin það langt bakvið. Brotið Donna. Já, hendi komin upp.
Bjarni með allt á hreinu, hann reykur línumennina niður og Björgun Björgi hamrar yfir. Hári greinilega ekki hjálpa hann þarna. Sjö 5 eftir 13 hálfa. Hárunni og Bjarka. Ég gef nú Bjarka varið fyrir þetta. Sækir á. Og það er bara hlupið á bara vegga Fjölnismönnum. 3 eða 4 af þeim. Atli Kristins með sitt 4. mark. 2 af þeim úr vítum. Björgun niður á svein. Niður í horn á Brynjar. Brotið á Björgvinni hérna. Þá tekur Arnar leikli. Sjáum hvort að þann fær eitthvað nær að blása einhverju smá meira viti hérna í leikinn. Ekki búin að vera að fá marga fiska hérna síðustu 4-5 mínúturnar hjá Fjölnismönnunum. Sjá hvort ég fáum ekki eitthvað aðeins meira viti í leikinn núna. Já. Leikurinn aftur. Breki Dagsson kominn inn á völlinn. Já! Og Sveinn Þorgeirsson með eina sínu frægu bombum. Þess að vitna í mikinn og frægan meistara. Þá var þetta B.O.B.A. segi og skrifað. Bomba. Haxa hringt hérna. Stoppað og beina 2 mínútur. Það segist nú ekki vera sammála því, en hrindi manninu beint í loftinu, það bara svoleiðis á ekki að gera. Strengumáli hverju þar í hlut. Já.
Staðan 8-7. Skúrugulið. Það byrja aftur. Taka hér sína frægu 1-5 vörn. Alltaf gaman að sjá hvernig það hefnast til hjá liðum. Höndin komin upp. Brynjar tekur skot hérna í hávörðinni. Það verið hotn og boltinn fór bara hérna út í sundlaug. Og þetta er hann bara að fara ofan í laugina. Bjarni hérna bendir mönnum á að anda aðeins inn og anda aðeins út og leikurinn er stopp og við ekkert að drífa okkur að setja þetta í gang. En skotið þarf að koma mjög fljótt. Það var nú furðulega ákveðin að brjóta hérna. Nei. Tvær mínútur hér á guldspjald hér á Svein Yngri. Ný sókn segir hann sem enn og tækla sér rámt. Það er ekki ný sókn heldur er höndin tekið niður en aftur á móti menn sækir strax á þá bara fyrir höndin strax aftur upp. Slök sending hérna frá Donna og sett fyrir gólfið. Það þurfi ekki að þurrka hans upp eftir hann. Og Hagstaksson aftur með frábæra vörn. Donni yfir á Svein. Aftur á Donna. Yfir á Svein. Yfir á Hagsa. Næ. Einhver treyleiki í gangi hérna. Já, Bjarni stoppar í tíman og það vilja láta þurrka gólfið það sem sett datt á hann. Gaukur Kristjánsson mættir inn á vellin að þurrka. Mikill meistari þar að verð. Já, ábúið þurrka. Jæja, komum svo. Setn út. Yfir Donna, yfir Svein, Svein upp, nei, skjóttum hann. Engin ógnun á þig hana. Hags í stöngina. Lét sér nú bara þetta hana. Lét sér nú bara þetta hana, finnst mér nú. Og eitthvað aðeins slaknað hérna sóknuleikunni í fylgismönnum miðbyggja á leiknum að fá það lífið í gang aftur og Hags upp. Já, Breki Hagstaksson alveg að jarða þá í vörninni. Setjum á móti.
Línu, já. Hreiðar, vel brotið. Flott brot. Mílumenn ennþá spilandi með 2 línur. Og enn og aftur er Hagstaksson að taka hann í horninni. Núna bara glataði Mílan boltanum. Sveinn inn og hann upp. Skjóttum aður. Hreiðar inn hóndinu og hann skor! Já, Hreiðar Soga með sitt fyrsta mark hér í kvöld. Staðan er 9-7 fyrir Fjölnismönnum. Og nú að þetta haldi aðeins áfram. Þessi endur koma sé ekki bara þetta einu mark. Langsending yfir og Hreiðar til honum. Vel stóliðar Hreiðar hérna. Hags, yfir á Danna, yfir á Svein, inn á Hreiðar. Hann er varið. Við erum á viðkynna, mér finnst þetta alveg jafn mikið víti og var dæmt hérna á línumannin hinum meðinum 12 mínútuna. En ég læt það kjurt leikja. Sveinn upp, inn á Sveinn Ingri. Og Sveinn Ingri skorar. Sveinn Jóhansson með sitt fyrsta mark. Já, Sveinn Ingri eins og ég kýsa kalla hann. Skilgræn milli Sveins, Fallbjörnssonar, Þorgeirssonar og Sveins sem hann hóttur að. Og enn og aftur er Breki Hagstaksson að taka boltan í hártunni. En þá bara, drengurinn er bara á missjóni, ætla ekki að fá eitt stakasta mark á sig í þessu leik. Misjafn línusending hjá Mílóni. Hags, yfir á Danna. Yfir á Hags aftur, Sveinn. Hags, að gólfinu. Beint í mannin. Nei. Atli Kristins með sjötta mark núna í dag. Þess að fara að taka eitthvað á þeim manni. 7 mínútur eftir að fyrra leik. Já, Sveinn Ingri með sitt annað mark og þá tekur Mílan leikli. Birgir væntanlega ekki alveg ánægður með þær breytingar á leiknum sem voruð síðustu 3-4 mínúturnar. Já,
Svardaðarstaður. Þess móti gaman skeitt að staðin er 15-7. Selfoss vel gegn Stjörnunni. Stjörnunni búið að taka búið með sitt annað leikli. Greinlega ekkert alveg hlutir að ganga upp þar að bæ. Og Haukar að vinna Val með 3. 10-7. Gaman að því. En þá að aðaleiknum skiptir þetta máli. Öllum samum Hauka á Val og Selfoss Stjörnuna. Við erum að horfa hér á Fjölnir Míluna. Ja. Atli með sitt 7. mark núna í kvöld. Þarna voru einhver hljóði í tilraun að fiska ruðning. Það er aldrei ruðningu segir Bjarni Viggós og ég er bara hjartalega sammála honum þar. Með mann hangandi utan í sér þegar hann kemur í kontaktið. Kallaði ég nú bara fríkast. Sett yfir á Donnagólunu. Það varðið Sveinn Ingri. Nei. Hann dæmir línu á Sveinn Ingri. Dæmir línu á Sveinn Ingri. Mílumenn í vandræðum. Feilu sendingin á línuna. Snýru bara báðir baki í manninu sem sendi. Donni upp á Svein. Donni var að skjóta þarna. Set spurningamerki við þessa ákvarðanatöku. Ég er þarna bara hófverandi ofan í þeim og taka bara ekki skoti á markið þó að einhver færi bárust. Gáðust alltaf ég nú að segja. Það var rétt númer 4 mínútur eftir. Nei, hann hoppa nú bara fyrir hann og vill fór reyna að fiska runningin. Mér finnst það nú full bjartsýnt. Full bjartsýnt að fá hérna running og þetta. Skotið í stöngina. Seti grófasti. Tónin í hodni. Áráðar aðeins. Seti yngri eitthvað gráður hérna í línunni. Já! Já! Eyþór með lúmska innleysingu. Lúmsk innleysingu Eyþóri. Fær sendingun á Sveini. Slúttir markið. Svona gerist þegar mann er ekki alveg vakandi í vörninni. Og Breki Hagstaksson tekur þessa sendingu. Löng sending hjá Donna. Skotið í stöngina. Donna frá kostunum. Þetta var tæft. Skiljið þetta þar, þetta var tæft. Það var að sjá að gera svona. Já.
Donni bara hamrar beint í markmannin. Hamrar beint. Ásker. Skoðu gólunu. Bjarki yfir. Lendir hérna á Sveini og bara fer bara í gólfið. Bara að hlaupa manninni er náttúrulega sko að hlaupa að segja að hlaupa á Svein segja þess að hlaupa á vegg er móðgun við Svein sko. Magnús Már með sitt annað mark í kvöld. Donni upp. Og það var varið. Full mikil fljótfærni í þessu. Höstur. Staðan er 11-9 núna í Haukum Val. Þannig að Valsarar er eitthvað spingur ítið að saksa á fórskotið. Jæja. 35 sekundur eftir. Hvað gerir Mílan? Hreiðar í... Full. Þetta var full mikið afl í þessu broti hjá Hreiðari. Björgvin tekur í skiptinguna fyrir Svein. Varnar tröllið mætti í vörnina. Fjögurleismenn einu færi. Hvað gerir Mílan? Já, upp í sendingunni í hotn. Setur hann í hausinn á honum. Eyþór Jóns setur hann í hausinn á honum. 5 sekundur. Donna gólunum. Það fyrir yfir. Já. Þá er það orðið vókvest. Staðan 12-11 í hálfleik. Við ætlum að taka okkur stutta pásu hérna og svo bara sjáumst við eftir svona, hvað við segja, cirka 10 mínútur.
Jæja. Ég var að fara að reyna að byrja seinna hálfleikinn hérna. Er það ekki? Ég held að séu flestir að sofna. Kamerumæðurinn að deyja hérna held ég. Þetta trúlega slakast í fyrri hálfleikur held ég hjá Fjölni í vetur. Þeir eru búin að vera mjög rólegir. Já, hann byrjaði svona skítsæmilega. En svo einhvern veginn alveg, botnin algjörlega hrunni úr þessu hjá þeim. Já, þeir koma upp núna, þeir eru, Mílan náttúrulega bara hangir á boltanum, ég meina þetta eru strákar sem eru bara að leika sér til þessari viku eða eitthvað og það eðlilega þetta hentar þeim. Ég held að við fáum meira tempo núna, við svona sjá hvað gerist. Þetta er bara utan þetta að setja upp í hjá þeim bara. Já, kannski ekki alveg utan deildar en samt sem aður, við sjáum það alveg, þessi strákar eru meira að gera þetta bara gleðinni, það er engin markmið hjá þeim, þeir eru bara að hafa gaman að því að spila handbolta. Já. Vel varið. Við þurfum líka að fá markvöðslu, við þurfum að fá þessa bolta. Já, núna er Ingvar ekki í hóp. Nei, hann var eitthvað að láta laga á sér nefið, ég skil ekki svona fjórar aðgerðir. Nei, þetta er óttalegu hégóm í mönnum að fara einhverja lítið aðgerðar á miðju tímabili. Já, á gamals aldri sjáðu. Já, þetta er... En við erum svona, það vantar held ég hjá okkur aðeins sko, þú veist, það er enginn að horfa á markið sko. Nei. Jæja, Svenni, vel gert. Þetta... Dómarinn er farin að skipta sér að sér vera að hvetja hérna, það eru að búa til eitthvað smá eins hérna. Það er víst... Ég vona að sé ekki að setja út á lýsinguna, en þetta var vel gert hjá Svenna, hann mætti þarna á réttu tímapunkti og tók boltan. Sjáum hvað gerir svona. Nei, það var nokkuð skiptið inn í fyrri þar sem þeir voru bara komnir alveg ofan í vörnina og voru bara ofan í vörninni bara svona eitthvað leikað sem er boltan og voru ekkert að skjóta á markið. Nei, ég efast að Addi, Arnar okkar þjálfari sjánaði með þetta. Ég efast að hafi verið meiri svona 12 fríköst sem við brutum af okkur í fyrri hálfleik. Sko. Við viljum fá 15 plus í hvorum hálfleik sko, ef þú ætlar að vinna leiki, sko, ef þú ætlar að vera alvöru lið. Sko. Já, það hefur náttúrulega alltaf verið sagt að handbolti vinnist á fríköstum. Já. Svo var nú hérna sem einhver ótíma bara skot og eitthvað í fyrri hálfleiknum. Já, ég meina menn verða bara að gíra sig í þetta. Við vitum að við sjáum hvað gerist núna. Mílan bara lappar upp og þeir fá að gera þetta. Það tekur langan tíma að fara í aðgerðir og menn verða að þola þetta og mæta síðan að brjóta þegar menn komin í punktalínu. Það er það sem við erum ekki að gera. Já. Við samþykjum alltaf skot sem fyrir stöngina. Já, þú sér sko, þetta er ekki mikið hraði hjá okkur og síðan er Ástgeir markmaður að verja vel. Ég meina, þetta er nú markmannsþjálfari hjá okkur en hann er að verja vel, hann kann þetta alveg. Já, það hefur ekkert verið conflict of interest hérna að hafa hann sem markmannsþjálfara. Við rekum hann bara ef hann fyrir að verja mikið. það er alltaf option í stöðu, alltaf option í málinu. Við sjáum hvað gerir svona, menn þurfa bara aðeins að sko við vitum, svo erum nokkri sem eru ekki alveg í lagi. Já. Við sjáum að Bjöggi er ekki með, hann byrjaði leikinn en er ekki með núna og er greinilega eitthvað laskaður og við erum með einhverja 2 upp í stúku laskaði líka. Hínu verða bara að gera sig í brók, sko. Já, verða bara að stíga upp undir pressunni. Já, ég meina, þetta er bara hluti af þessu. Já, þið er ekki að gefast upp. Nei, ég meina, þetta er bara leikur sem sko, þetta er svona, ég myndi segja þetta væri svona skildu sigur, sko, menn verða bara að mæta. Alveg að handboltalið vera að mæti þessa leiki og vinna þá. Það er málið. Sko. Já, núna unnið er seinast á móti ef núna í bikarnum bara fyrir stötu. Jú. Þeir eru búin að sína það, þeir sýndu þetta þá að sönnu að svona upphafið leiktíðina þessi töpuð móti með upphafið var bara svona flúk. Það bara einhvað sem gerist og nátti ekki að gerast.
Já, nei, ég meina, en sko, þú veist, munurinn á, eins og ég segi, munur á þessum tveimur liðum það að sko, meðan við erum að pressa, við viljum fara upp deild, okkur langar í meiri alvöru og meiri bolta, þá erum við með Míluna sem að gera þetta gleðinu og það stundum gleymist það hjá manni að þú þarft að gera þetta gleðinu, sko. Já. Þarft að hafa gaman að vinnunniðinni, sko. Maður þarf að gera það. Það er einmitt, maður sér alveg munin á mönnum sem á vellinum og hafa gaman að því á móti öðrum sem eru svona kannski aðeins of mikið að einbeita sér í hvað staðan er og og velta sér í búsinu í mistökum í staðan fyrir að vera bara ég næ svo næst og einbeita sér næsta verkefni, sko. Aðeins að brosa og hafa gaman á hlutunum. Já. Og við sjáum, núna erum við einum fleiri, við sjáum hvað þeir gera, hvort þeir fara ekki að pressa aðeins og Donni verður að fara að taka betur á vörninni hérna og þetta eru skref. Já. Þetta er ekki fríkast, þetta eru skref en það þeir dæma þetta. Það má þetta gaman sketa, ég held að besta lið sem ég hef á æminni séð sem var þessu bara til að skemmta sér var ég var að dæmi í utandeildinni og þeir voru bara pöntuðu sér bara pítsu og bjór á bekkinni í hálfleik. Það er alvöru lið. Það er alvöru lið, sko. Klaufaskapur hjá Hreiðari aftur. Já, hann er full ákafur, sko, hann sko í leik þar sem væri meiri hamagangur, meiri læti, þá fengi hann aldrei tvær fyrir þetta, en þetta er svo rólegur leikur. Já. Að sko, þú veist, ég sýnist dómararnir ekki einu sinni hafa svitnað að hlaupa fram og tilbaka í þessum leik, sko. Nei, ég er alveg samanlegaður þar. En náttúrulega, nú er hann náttúrulega, Bjarni er alltaf í spinning, sko, þannig að náttúrulega... Jú, en leikurinn fyrir okkur hann alltaf hægur. Já. Mílan hentar Mílunni. Nei, ekkert það. Það var ekki ánægð með þetta, vildu nú meina að Donni hefði farið hérna í hann, en... Já, ég held að hann hafi aðeins snert hann og við sjáum hvað setur. Sko, sem línumaður skal ég segja, jú, að snert hann, en aldrei var þetta það mikið kontakt að það hafði áhrif að skoti hjá þér, sko. Nei, hann var náttúrulega bara búinn að láta sér detta og fljótt það fyrir að halda hæð. Já, hann hefði bara standið í fæðina. Já. Já, nú eitthvað lítið í gangi hérna. Já, við erum, ég sé það, Svenni ekki alveg í standi, er hann búinn að taka 2 skot í leiknum, 1 skot kannski? 2, maður rétt. Eitt mark og held ég hitt að það verið, hann skoði bara í vörnina eða eitthvað, ég bara mann það ekki alveg, ég skoði bara að viðkynna. Og svo er, þú veist, þetta allt gert á svona rosalega hægu tempói, það ekki mikil vilji í því sem við erum að gera. Nei. Og ef þú ert með markmann eins og Ástgeir í markinu sem að lesa þetta vel, það verið að skjóta á hann á fyrsta tempói menn alltaf skora, sko. Já, það mynd að hann er búinn að standa sig bara ágætlega í markinu. Núna í kvöld. Já. Þeir voru nú að baða sig upp úr því hérna Mílamennir að Selfoss var að gjósalega granda Stjörnunni. Það var 10 marka munur í hálfleik. 18-8. Þannig að vel gert, menn farnir aðeins að vakna. Ég held að menn séu svona aðeins að byrja átt að sjá hlutunum, sko. Já, við erum náttúrulega búin að ná sinni í jafntefli úr því að vera, hvað voruð mest, 2-3 mörkum yfir? Jú, en samt hefur ekki, sko, það hefur gerst þannig í þessu, sko. Þessi leikur er bara að spilast eins og Mílan vill að hann spilist, sko. Já. Fyrir beint í andlitið á honum. Sveinn líka bara veður í málið. Já, hann fyrir beint, sko, þetta ekki fyrsta skipti sem allir gerir þetta og mér sýnist þetta ekki að mér sýnist þetta ekki að ræða hvort sem 2 mínútur eða rautt. 2 skilaðir. Já, þetta eru 2, hann gæti alveg, sko, þú veist, hann kemst upp með þetta en dómarinn á náttúrulega að sjá þetta og lesa þetta, sko.
þetta er náttúrulega bara 2 sko. Rúnar ekkert ánægð með þetta hérna? Nei, ég alveg sammála sko, þú veist sko, Nei. viljandi brot bara þannig að þú átt að fá meiri refsinga þetta fyrir þetta sko. Já, ég alveg sammála það, segja, sum brot eiga heiminn á vellinum og önnur ekki. Já, ég man, það alveg klárt, þú Það átt að halda þinn að markana. Já, Já, sjáum hvort það kveiki ekki aðeins í okkar mönnum, þeir eru ennþá, þetta allt og hægt, við sjáum að það eru búnar 38 mínútur á þessu leik, það ennþá 13 sko, það bara mjög hættulegt fyrir okkur sko. Já. Jæja, Donni stóð vel hérna á hann, stóð bara rétt á höndina. Já, maður segir það eins og Breki sýndi hérna í fyrirháleiknum, það þarf ekkert að, þú þarft ekkert rosalega mikið til þess að taka á því í hávörðinni, en það var að koma 4 bolta held ég komin í hávörðinni í hálfleik. Já. Það var alveg bara... Dómar náttúrulega bara setja upp höndin og flauta að gefa þeim eitt skot og... Þetta er náttúrulega ekki boðlegt sko. Þetta er bara ekki boðlegt hvernig menn að spila hérna sko. Núna var Bjarki tæpur að ná að verja sér næst. Já, ég sjá hvað hann gerir. Já! Vel gert hjá Bjarka. Þetta ætla næstu því að vera endurtekning á senasta víti. Hann varðan og næstu því inn. Ef við ekki að gefa honum 2 varðabolta fyrir þetta. Já, að minnstakosti 2. En sjáum hvað þeir setja upp, þeir taka hérna smá hreyfingar, Breki kemur hérna á, þeir eru of nálagt, þeir eru ekki að teygja á vörninu sko, þeir eru of mikið bara í fættur skýrðu. Já! Æja. Vel gert hjá Björka, hann verður bara að taka af skarið í þessu leik. Menni er ekki að gera náðu mikið og hann er komið þá getu að hann verður bara að klára þennan leik. Ég geri þá bara kröfu á hann, hann bara taki hennar leik yfir. Já. Donni er ekki að gera náðu góða hluti, Svenni er ekki að gera náðu góða hluti. Þannig að það verður bara einhver að stígu upp og klára leikin. Já, ég er alveg hjartanlega sammálaður það. Þetta er búið að vera með svona, oftan ekki fundist einhvern veginn svona spilið svona deyjaðast niður þegar það fer mitt hérna vinstra megin af völlina til Sveins. Já, við erum náttúrulega með bara strákar sem verður bara að stíga upp. Þeir geta þetta vel og þeir eiga bara að gera það. Já. Já. En segðu mér nú, hvenær er næsti leikur hjá stelpunum? Við höfum leik á þriðjudaginn á móti Val sem að bara gera góða hluti á móti Haukum, þannig að enn og aftur fáum við bara erfitt og skemmtilegt verkefni. Það er þá útileikur þá, ekki? Jú, útileikur. Þetta er útileikur. Það var vel gert hjá Björka, góða hreyfingar, hann gæti alveg klárað þetta. Fót, keira, drengir. Björki er eitt þarna. Nei, kemur ekki... Já. Íþróttafréttamaður nummer 1. Já. Þetta er rautt. Hann fer í vasan. Já, þetta er rautt. Hann fer í vasan. Þetta er rautt. Já. Þetta er klárt að... Hann hlaut að koma að því, sko. Þetta er líka, þetta er eitt af þessu hluti sem bara á ekki heiminn á vellinum. Þetta þjónar engum tilgangi öðrum heldur en að meða mannin. Nei, maðurinn er komin einn í það hlaup og þú ferð ekki í mannin. Þannig ertu ekki að fara í bolta, þú ert bara að fara í mannin og það er klárt rautt. Þú vil á ég að vera með síma fyrir þig. Þetta er svona, maður er alltaf leiðilt að sjá svona brotið. Maður er bara, Já, þetta er bara... Hvað fékkstu upp úr þessu, hvað var uppskerun að þessu? Þetta er bara ekki neitt, þetta er bara óþarfi og heimskulegt og þú tapar alltaf á þessu og dómarinn á að sjá það að þú tapir á þessu. Já, þetta er svona, það vill oft vera svona kryptonítið hjá mörgum manninum að bara geta ekki viðurkennt það að þú tapar þessari vörn og bara láti mannin í friði. Já, þú átt bara að láta hann í friði. Maður sér margar varnarmenn sem eru rosalega góði varnarmenn en leið og þeir missa manni frem með sér, þá fara við glóruðsbrot og fá 2 mínútur og maður er bara,
Þetta þjónaði bara engu tilgangi annar heldur það að þið missi mann út af, sko. Nei, ég menna, þú átt bara að vera skynsamari þetta. Já. Alli kemur hérna, hann á að vera mættur aðeins fyrir á hann hann fær 2 næst ef hann er ekki mættur fyrir á hann, því við erum einu fleiri, hann á að vera bara komin út. Já, hann hefur tækifærið. Já. Jú. Fyrir beistóðið. Já, sko, ég held að þetta sé máli, sko, leið og við förum að aðeins að auka tempóið. Þessi strákar í mílunni, þeir eru ekki í formi og... Þetta voru 3 myndunar. 3 myndunar og þeir eru bara ekki í formi og við eigum ekki að gefa þeim þetta að vera þáttakundur í leiknum, sko. Við eigum að vera mörgum klössum fyrir ofan þessar strákar, sko. Já, við erum að sýna aðeins núna. Maður segir það bara keyra hraðan aðeins upp og auka tempó. Bara klára á tempónum. Maður sem bara mörglið, bara vinna heila og hálfu, bara sko mótin á því einu leikum. Já, sko, við erum ákveðni tímamótum hérna hjá Fjölni og ég held að með þessu strákum og þá erum við að fara aðeins hærra upp og þá verða meiri kröfur og við eigum bara að gera kröfur og meiri gæði og meiri einbeiting í öllu því sem við erum að gera. Já. Jæja, 4 á fullið hjá okkur, ennþá hálfmínúti í mannum, sjáum hvað þeir gera. Já. Skrítið ég skul ekki fara í útliggjandi vörnina? Já, hann gekk ekki á hann, þeir voru bara klókir, drógu okkur langt út. Selfoss /Mílan tekur timeout og aðeins að hvíla sig bara. Þeir eru alltaf ekki að gera neitt, þeir bara taka smá hvíld. Jæja, 16-13 og seinna hálfleikur að hálfnaður. Við þurfum að fá núna 3-4 auðvöld mörk og klára hennar leik bara. Já. Það þýr getur að senda ykkur engaskilaboð á tölvunni, sko. Já, en þess mátti gaman að sketa staðinu 17-16 fyrir Hauk á móti Val. Ok, 17-16, hvað er seinna hálfleikur hvað? Það eru 10 mínútur búin að seinna hálfleik. 10 mínútur búin að svipa hérna bara. Kort er búin á Selfossi og það er 24-17. Þannig að, já, þannig að móti hverjum er Selfossi? Þeir eru að spila undir Stjörnunni. Ok. Þar var staðan 18-8 í hálfleik. Fyrir Selfoss. Nei. Jú. Það var bara, já, það hleypi lífi, hann myndi hleypa lífi í deildin ef að Stjarnan myndi tapa leik. Ég meina þá vitum við það er allt hægt í þessu. Við lifum bara í vonunni. Já, það er allt hægt í þessu. Það er ekki spurning. Það er náttúrulega ótrúlegri hlutir hafa gerst. Þetta er Stjarnan tapir leik. Já. Til dæmis að Víkingur komst upp en ekki við. Já, svona er þetta bara. Þess vegna er gaman að þessu. Það er ekkert örugt. Brynjar komur aftur inn á. Já. Þetta er alltaf að koma. Þetta er alltaf að koma. Við erum á réttri leið. Sjáðu. Nú skil ég ekki dómara. Nú er sko 6, 7, 8, ég telt sekúnduna 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nú var ég brjálar á bekknum. Það er konar 17 sekúndur. Þeir eru ekki farin að sækja á markið. Auðvitað á hendina að fara upp. Fyrsta árás og mark. Ok, ég tekið það tilbaka ef að menn eru ekki tilbúnir þá náttúrulega, þá má þetta. Voru alveg steinsóandi í vörðinu þetta. Já, við erum að leyfa þeim að stjórna á aftur leiknum.
voru komnir 4 mörk yfir, þá leyfum þeim að byrja að stjórna aftur. Sjáðu, þetta bara gengur ekki, þetta er svo hægt. Nei. Það þarf að keyra að þessu frá hann. Fylgja fyrir manni stúkunar og keyra hraðan aðeins upp. Nú má nú vanda sendingarnar hérna betur. Ég meina, þeir eru bara Mílunum virkja langar í stíl. Þeir ætla sér að reyna. Já. Já, en við meðum ekki láta að komast upp með það. Nei, við vinnum hennar leik. Hún hálfleikurinn hálfnaður og Menn þurfa aðeins að gera sig. þetta var nú skemmtilegt múfi á sveinu þannig að svona að raun og vera ekki að brjóta mannum heldur en hann er alveg í andlun á honum og bara Svenni er að gera þetta mjög vel. Mér finnst Svenni eini sem er lifandi í vörninni. Hínir eru bara ekki með. hann er náttúrulega hann er svo mikill rumur í vörninu náttúrulega. Það er alveg bara það er alveg magnað sko. Hann kann þetta alveg. Sjáðu. Jú. Þetta er svo létt hjá Bjögga. Hann er sko ég myndi segja það sem afið vetrar þá er Bjöggi yfirburðamaður hjá okkur sóknarlega sko. Já, ég er alveg samanlega. Ég myndi var að klippa saman svona highlight vídeo í gær og tókum við eftir því að það var ég fann eiginlega fleiri mörk frá Bjögga heldur en ég fann frá Donna og nú voru fólk mjög döglegt að rósa Donna hérna fyrir á seinustu leiktíð. Já! Þetta á markmaðurinn klárlega þetta er Atli tekur þetta alltaf eins, hann fer yfir til hægri og hann krossa boltan í fjær. Þetta markmaður hann bara mættur. Já. Stendur alveg heima hvað hann ætlar að gera. Já, og þarna sjáum við bara merki slakt skot, Breki bara ekki í standi í þessu, hann vantar smá dýnamík í hann er búinn að vera að drepast í öklanum og hann þarf bara að ná sér góðu sko. Já, það er slatta meðsli í gangi núna. Já, það er bara hluti af því sem menn verða að lifa með sko. Ættir þú það ekki að þurft að hætta sjálfur á sínum tíma eftir að það verið tekið nú axlalegi í leik? Já, það er nú alltaf leið. Það var mjög gaman sko. Skemmtir við til ég enda í námi með manninu sem bara ábyrði á því. Já, það er ágætt hjá þér. Það var. Æja, Svenni fekk 2 mínútur, það var að reyna dælinn á línuna hérna og ég þeir eru jafnvel, þeir tefja þó að sé búið að stoppa tíman. Ég bara skil ekki dómara að þeir skuli ekki lyfta upp hönd. Nei, bara aftur og aftur. Nei, svo sá maður líka í fyrri voru komnir með hérna hending komin upp og boltir út í horni sko og dómararnir voru bara að hjálpa þeim að róa þetta ennþá meira niður. Þeir voru búin að stoppa tíman en þeir voru bara róum okkur. Já, þeir í stað fyrir að bara flauta hlutina stað þá bara var bara tekið 5 mínútna hérna hugleiðsla og andleg róun. Já, þetta er, þú veist, ég næði þessu ekki alveg sko. Ég bara Já, nú erum við búin að klippa Bjögga út. Hún greinilega ekki trætti við Donna en er orðin skítrætti við Bjögga. Já, víti. Og það sést svo vel eins og þetta þegar sko Breki, þetta er svo mikið talent sko, þú veist, þegar hann gerir hlutina vel þá gera það vel en hann á líka, hann er jafn oft á til að detta niður í svona kjánagang sko sem á bara ekki að sjást hjá hana sko. Æja. Ef maður segir, maður ekki kallað Breki Hax fyrir ekki neitt. Nei. Sjáum hvað setur í þessu, það eru 11,5 eftir, við erum 3 mörk yfir og strax boltan bara farið sjálfur og vippað á hann ekki. Hann er alveg bara, hann er búinn að loka horninu alveg, þú ert á leiðinu út af vellinum. Það er bara, menn er ekki að horfa, hann er búinn að loka nærhorni og það er bara ekki hort. Já, líka náttúrulega, já.
Þegar maður segir að þetta var allan tíman var þetta vippu færi sko. Já, enn og aftur skora Atli, ég veit ekki hvað hann komið með mörg drengurinn sko. Þetta er alveg ótrúlegt. Nei, líka bara eins og þarna sko, vippan þarf að gera svona góð, hann er komið alla þyngdina á annan fótinn, þannig hann hefur eiginlega enga möguleika til þess að ná að verja vippur og hann er engu fært að gera það. Hann ná bara nær hotnið og búið. Jæja, vel gert. Þú sér þau svo núna kemur hann bara réttri ferð í réttri hreyfingu og þá gerir hann það auðvelt. Þannig að talentin er alveg til hjá okkur, við þurfum bara að nýta, sko. Við þurfum bara að bæta þessi, þessi strákar þurfa að fá aðeins, eins og maður segir, aðeins fleiri hár á líkamann og vera kallmenn. Þetta er bara búið að þessi úlingar, sko, þú veist. Drungidrengi, sko, allt það, þeir eru með aldur til að spila í öðru flokki en sko, menn verða bara að þroskast. Stjarnan greinilega sækja í þessi veðri 10 mínútur eftir og þeir komin í 24:19. Ok, það verður gaman að sjá hvað gerist þar. Þannig að Selfyssingarnir hafa ekki skorað mark í 5 mínútur. Þá er eitthvað að gera hjá Stjörnunni en við Spurning hvort það verður nóg. Já, það er 10 mínútur eftir. Slæm lending. Núna þurfa þeir eiginlega báðir að passa sig hérna úr stúkunni þar sem að samkvæmt reglum HSI að þú getur fengið allt sem þú segir eftir leik saman hvort það sé innan vallar eða utan, hvort það sé í stúkunni eða ekki, að þú getur það fyrir bara á skýsluna og einhver refsinguna þeirra. Þeir gera ekkert í því. Þeir gera ekkert í því. Ég lendi einu sinni í því sem dómara að ég þurfti að láta að vísa leikmanni sem ég hef búin að flega út úr húsi. Já, það getur alveg gerst. Hann sat upp í stúku og bara, já, við skulum ekki endurtaka hvað hann var að segja. Það var mjög áhugaverð upplifun í lífinu. Já, það eru rétt rúma 9 mínútur eftir þessu leik. Við erum ennþá svona 2 mörk yfir. Þetta er svona, það er allt svona í rólegheitum í þessu leik en því miður þá gæt við tapa þessu vegna þess að við erum ekki að gera það sem við eigum að gera. Já, það er alveg rétt. Þetta var bara kraftaður kallna, við skulum ekki að mist boltan hana. Já, menn er ekki alveg með huga við það sem er eiga að vera. Það var bara allur grísinn af hefninni fór í það að missa ekki boltan hana. Hendin komin upp hjá dómurum. Sett með missunum innlýsendingu. Búið að stilla upp. Við verðum bara að taka skotið. Svenni aftur, ég meina þeir eru ekki... Voru nú tæpir að fara í andlundan hana? Jú, Svenni var nú reyndar að sækja það, hann var klókur sko. Það sást alveg, en tæpt var það samt. Svo er það alltaf að þurrka gólfið eftir að setja fyrir gólfið. Já, tekur á þessu sko. Gott hjá... Já, þetta Fjölnismenn taka leikli. Já, aðeins að setja eitthvað upp. Já, það er eitthvað að gera að nýta fyrra leiklið. Já, það er... rétt um að 52 myndir búnar og náttúrulega ágætt mikið meira færi sem hann hefur til þess að ná að nýta bæði og náttúrulega nýta bæði þar að segja. Nei, ég held að hann vilji bara skerpa á þeim líka vegna þess að við erum bara ekki að gera, ég er alveg handviss við það að þeir eru ekki að gera það sem að Addis lagði upp fyrir leikir. Hann hefur ekki sagt þeim að láta Míluna ráða. Já, alveg öruglega ekki. Já, ég er samanlega, mér finnst það hæpið. Þeir fá bara stjórna og það er alltaf hættulegt þegar þú lætur lið eins og Míluna stjórna leiknum. Já. Ég má segja sérstaklega náttúrulega þegar formið það er ekki betra en það að þú átt að geta á mig að þú ert í betra formið þegar þú ættir raun að geta unnið á því að keyra bara praðan sko. Já, við keyrðum með praðan hérna augnablik áðan og þá skorum við 3 mörk strax, síðan hægjum við tempóið og þeir skora. Og 2 mínútur og þá? Já. Ég er að mynda bara sama það, bara keyra praðan núna í lokin og þá ætti sigurinn að vera í höfn sko. Já, sjáum hvað þeir setja upp hérna, Addi hefur sett eitthvað upp, Svenni fyrir bara skotið ábyggilega.
Nei, Jú, þetta er hárétt. já, Hendum að kominu. já, mér finnst nú samt sko að þegar þú sérð að maðurinn er samt hann er á leiðinni inn í tegin. Já, ég veit ég myndi ekki mótmæla þessu. Þeir Já, ég hendum að kominu upp. Já, Fyrra fríkastið og Já. Sveinn átti bara að fara í skotið. reyndar, eins og ég segi, ég er alveg samanlega ég var að bekknum, ég hefði ekki mótmælt því en kannski ég hefði sjálfur ekki dæmt það, ég hefði leyft honum að klára skotið. Sko. Já! Asa. Jæja, hann klúðraði færun en góð sending fram, virkilega góð sending. Þetta var virkilega vel gripið á honum. Já, ég Sveinn átti að klára þetta bara. Bara setur rétt að það nær einum puttanum í það og bara tóra hann til sín. Þetta var mjög vel gert, hann klára næsta færi. Þetta viljum við sjá, við viljum fá þessi færi, við viljum fá hraðaplöpin, fá aðeins auka tempóð í restina. Þeir eru gjörsamlega, ég held að þau eru súrefna á það. Ég get svarað það, ég held að sé komið að þeim tímapunkti. Ringi bara Landspítal og banda taka súrefni fyrir það? Já, við sjáum það bara og við eigum bara að keyra, við eigum bara óhrættir. Komið herliðurinn líf í stúkuna? Já, við förum í sama göngubolta, sko. Ég er bara hættur að skilja þetta, sko. Við erum sinni. Já, þetta var hárrétt. Hann ítur honum. Það er einmitt svona, maður vill sjá þetta sem svona, menn þeir eru duglegir að fara í einhverja ítingar þegar boltinn er rúllandi útur og sem ofta er ekki endarilega bara því að þú glata boltanum hvort sem er, sko. En svo er kannski betra að fá fríkasti heldur en að fá mannin í gegn að 6 metrunum. Já, við enn og aftur erum við bara að sko. Já, við minn, bara strax með hendina núna. Þú ert alveg bara veifar honum hérna að koma og taka fríkastið. Það er komið 20 sekundur núna síðan fríkastið var dæmt. Þetta er með ólíkindum. Og boltinn var að koma í miðju. Já, Fjölnir, setið þið bara áfram þolinmæði í vörnina. Þið verður bara nenn að standa þarna. 9. misefna línusendingin hjá þeim bara á 10 mínútum líka við. Já, ég meina þeir eru með komnir með Viðar stórknapa hér í hérna. Nei, hann skaut bara beint í hendur hann. Já. Þetta var mjög vel gert hjá Bjögga. Svenni er bara, þetta er bara ungu drengur og Ástgeir kann alveg að taka svona unga drengi á taugum. Hann byrjar að veifa annari hendinni og Svenni kastar í hendina sem hann veifar. Já, en ég segja það. En hann þarf bara að læra. Já, ég meina. Hann má ekki gleyma því að hann var í 4. flokki í fyrra. Já. Þetta er ekki eins og þetta sé gamall drengur, sko. Nei, ég segi, alltaf ef ég er að benda mun á Svein og Sveini, þá er þetta alltaf Svein og Svein yngri. Eða Svein unga bara. Já, hann er það. Þannig að, sko, hann alveg tíma fyrir sér og það er frábært að hann skulle fá þessar mínútur því að hann verður bara sterkari og sterkari fyrir okkur. Já. Það er náttúrulega ómetanlegt að fá. Nei, það fellur ýmislegt með þeim bara, það er því miður. Þetta er náttúrulega ómetanleg reynsla fyrir menn að fá að spila svona ungir, sko. Já. Þá er Bergur hinn Lúmski komin inn aftur. Hann á bara að fara í sundlaugina, sko. Mér finnst það oft mjög góðir svona, en menn gleym honum virðast vera. Já, ég meina hann er á fullt af góðum, sko, núna og enn aftur erum við að sko, við erum að láta þá stjórna okkur gjörsamlega, við skulum taka núna eftir, það var 26-15 þegar Mílan fekk boltan og sjáum hvað gerist, við skutum eftir 15 sekundur í sókninni í röngu færi, sko. En menn verða nenn að standa og nenn að gera það sem á að gera. Sko.
Bergur gerir, enn og aftur gerir Bergur mistök. Núna, sko, alveg hvort fyrir að keira hraður upp núna eða aðeins að við erum aðeins að vera að hugsa núna. Það eru 3 mínútur eftir að leiknum. Við erum búin að missa hérna 3 marka fórhaldunni yfir í 1. Já, þetta er bara eins og ég sagði þegar við komum inn í seinni hálfleikinn. Ef við leifum þeim að ráða þá geta þeir stólið þessu leik, sko. Þú sagði bara Donniðin bara nátt skjóta þarna. Jú. Menn eru bara, við erum ekki að fá það sem við þurfum að fá út úr þessu Donna. Donni er ekki að koma bara hér upp og negla. Ég veit ekki hvað, kannski hann eitthvað meiddur-greið, ég veit það ekki. Ég hef ekki séð hann skjóta hér í seinna hálfleik nema á röngu tempói og skref. Það er náttúrulega hérna svona kannski orðið eitthvað, það var smá ragur eftir að átti 2-3 góð hérna í byrjun, svo varðan einhverja 2-3 frá honum í röð. Og var bara raguð að skjóta eftir það. Já, menn með ekkert hætta, sko. Nei, maður segir, bara ef markmaður byrja að verja frá þér, þá er svar ekki að hætta, þetta er þess að endur skoða taktikina eina. Já. Kannski hætta að skjóta í hann. Hún var aldrei fengið dæmdan rauðning kannakallið minn, sko. Það er ekki fræðilegur, sko. Það má reyna það. Það má alltaf reyna, sko. Jæja, setjuð upp, hvað ætlaði að gera? Það er enginn dæmdur rauðning á þetta, sko. Hax. Ja. Brotið á honum. Já, Atli klókur. Þurrkagólið. Það er 1:15 eftir, 1:13 eftir og nú verðum við bara að fá mark. Hvað er að gerast fyrir austan? Kom eitthvað nýtt með Selfossleikin? Nei, seinast sem ég fekk að vita það er sama seinast en 22-19 fyrir Haugum mótið Val. 22-19 fyrir Hauga? Já. Okay. Nýri tölur höfum við ekki. Reyndar fyrir Haugum eftir 4 mínútur eftir. Hendi komin upp, þetta er alveg ótrúlega. Svenur að fara í skotið. Já! Jæja. Bergur hinn Lúmski Snorrason. Sjáum hvað gerist núna, sjáum alla. Selfoss vann 32-24. Selfoss vann 32-24. Jæja, alveg millega vörð núna. Hvað gerist núna, hálfmynd eftir, Míla með boltan, 22-24. Engin ógnun í gangi, taka líklega. Ef dómarar verða samkvæmið sjálfur sér þá fyrir hendun upp strax þegar þeir flauta leikinn á. Já, ég er alveg sammála því. Við skorum cirka 15 eftir 29-15 sekúndur skorum við. Já. 15 sekúndur liðinar og boltinn, næsta sem boltinn hefur komist nær markinu er 10 metrar. Nei, hann komst 2 metrar fram fyrir miðju, allir ekki komið lengi. Já, reyndar, jú. Já, hann átti hérna sendingu þetta niður í skeytuna. Skeyta var hérna á 12-13 metrónum, eitthvað svoleiðis. Ég skal gefa honum það, en ef þú segir, þegar þú ert marki undir sko með hérna 45 sekúndur eftir og næsta sem komist markinu á 15 sekúndum eru 13 metrar, þá held ég að þeir ætla bara að ná einu skoti. Svo eins og núna leiklið er búið að flauta á þá og þeir samtaldaðir honum að tala saman. Þeir eru að setja eitthvað upp. Þetta er svona hluti sem leifast í útlandildinni en ekki alveg hérna í fyrstu átti þetta ekki alveg að vera leifilegt. Við sjáum hvað þeim gefaði margar sekúndur. En við verðum bara að halda, við verðum bara að ná 2 stigum þó að vera ekki fallegt. Jæja, það er með ólíkindum að dómar skuli ekki lyft upp. Sko, sér við fer í skot. Skot, brot, já.
Rólegir, verið bara kasta. Pottaralið bara. Já. Já. Það er leik. Þetta reyndar að við ættum ekki að fagna mikið, þetta var Nei. kannski ekki fallegasti sigurinn en við tókum það sem við þurftum. Tókum 2 stig. Annað held ég við getum ekki tekið út af þessu leik. Nei, eins og þetta var ekki svona mikið af ljósum punktum í þessum leik. Nei, en þetta er svona. Já, en já, eins og það Stjarnan tapaði. Það var ljóspunktur í tilverunni í kvöld. Já. Stjarnan tapaði, ekki það að maður sé eitthvað ánar þegar Stjarnan tapar, en það hjálpar okkur aðeins upp á við að við höldum áfram að vinna þessa leiki og það verður bara gaman að takast á við þetta áfram. Já. En ég held að ég segjum þetta gott. Við þökkum fyrir í kvöld. Já. Takk. Það verið bless. Nei.